Til máls tekur undir þessum dagskrárlið hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis Árni Páll Árnason og beinir fyrirspurn til hæstvirts forsætisráðherra. Virðulegi forseti, það hefur margt komið upp á yfirborðið síðustu vikur sem gefur tilefni til að inna hæstv. forsætisráðherra svara. Og nú er heppilegt að hafa lengri fyrirspurnatíma og fleiri möguleika en þingsköp kveða á um. Ég ætla að einskorða mig við eitt. Í Kastljósi síðustu viku afneitaði hæstv. forsætisráðherra bréfi sem hann skrifaði til kjósenda á kjördag, eða daginn fyrir kjördag 2009. Hann var spurður út í staðhæfingar í því bréfi þess efnis að hægt væri að fá sérlausnir í samningum við Evrópusambandið og hann hafnaði þeirri túlkun, sagði að þetta hefði aldrei verið hans afstaða og hann hefði ekki skrifað þetta bréf. Þetta hefði verið sett fram af hópi sem síðan hefði yfirgefið flokkinn. En hæstv. forsætisráðherra skrifaði undir þetta með undirskrift sinni. Og ég vil þess vegna spurja hæstv. forsætisráðherra, gerir hann mikið af því að skrifa undir skjöl sem hann er efnislega ósammála? Ef ekki, hvenær hætti hann að skrifa undir skjöl sem hann var efnislega ósammála? Er það forsenda þess að við getum treyst undirskrift hæstv. forsætisráðherra að hann hafi skrifað efni skjalanna sjálfur? Já, þá erum við í vondum málum því að ráðherrar skrifa mjög oft undir skjöl sem þeir hafa ekki samið sjálfur. Og við urðum hér vitni í upphafi þingfundar að hinni helgustu undirritun allra þingmanna undir eiða stjórnarskránni. Hæstv. forsætisráðherra hefur skrifað undir hann. Var þá ekki að marka þá undirritun vegna þess að hann skrifaði ekki þann texta sjálfur? Til máls tekur hæstv. forsætisráðherra Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Virðulegur forseti, það þarf ekki að hafa mörg orð þessa skætingsfyrirspurn hv. þingmanns. Ég hef áður farið yfir þetta mál og það raunar fyrir nokkrum árum síðan varðandi þetta kosningaefni sem getið og jafnframt vísa til þess að hv. þingmaður hafi einhverjar efasemdir afstöðu minni til þessa máls, geti hlustað á viðtöl við mig 5 ár aftur í tímann, allt frá flokksþingi Framsóknarmanna árið 2009, þar sem ég benti á hversu áhættulítil leið það væri að setja fram skilyrði fyrirfram gagnvart Evrópusambandinu, enda myndi þá koma í ljós að Evrópusambandið gæti ekki uppfyllt þau skilyrði, enda geti það ekki gefið eftir af grundvallarreglum sambandsins. Hins vegar vekur spurning hv. þingmanns upp mjög áhugaverða spurningu í samhengi þessa máls sem hér hefur verið til umræðu. Nefnilega þá hvort að það væri eðlilegt að mati hv. þingmanns að ráðherrar í ríkisstjórn sem er andvíg aðild að Evrópusambandinu sendi það við Evrópusambandið að viðræðum inngöngu Íslands í sambandið er lokið og undirrituðu svo samning sem þeir væru ósammála til þess eins að geta farið að berjast gegn þeim samningi. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis Árni Páll Árnason öðru sinni. Virðulegi forseti, þó ég sé ekki hér til andsvara þá ætla ég að svara hæstv. forsætisráðherra. Það er hægt að skrifa undir með fyrirvara. Það væri ráðherra að gera sem hegðaði sér eins og hæstv. ráðherra bar fram í sinni spurningu til mín. Það gerði hæstv. forsætisráðherra ekki þegar hann sendi bréf til kjósenda fyrir kosningarnar 2009. Það var engan fyrirvara þar að finna. Og hæstv. forsætisráðherra kemst ekki undan því að hafa blekkt þá vísvitandi, samkvæmt þessu, ef hann var annarra skoðunar á þessum tíma, þá blekkt hann vísvitandi kjósendur með því að senda þeim upplýsingar og skrifa undir eigin hendi loforðum að það sem þar stæði væri satt. Því að það gengur auðvitað, vegna þess að samfélag okkar gengur auðvitað út á það að við treystum loforðum og við treystum undirskriftum og við treystum því sem sagt er. En þetta hefur greinilega verið jafn léttvægt eins og þegar hæstv. forsætisráðherra sagði á Laugarvatni í fyrravor, 23. maí, að auðvitað færi fram þjóðaratkvæðagreiðsla.
Er eitthvað að marka hæstvirtan forsætisráðherra yfir höfuð? Til málstökur síðar sinni hæstvirtur forsætisráðherra Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Virðulegur forseti, af því að hv. þingmaður vísar til yfirlýsingar sem ég gaf á Laugarvatni eftir kosningar, vel að merkja, eftir kosningar, þá ítrekaði ég í beinu framhaldi að aðstæður þyrftu að vera réttar til að hægt væri að halda þjóðaratkvæðagreiðslu um aðild að Evrópusambandinu. Og ég geri ennþá ráð fyrir því að til þess komi einhvern tímann að menn muni greiða atkvæði um það hvort þeir vilji gangi í Evrópusambandið, en það er ekki hægt að ætlast til þess að ríkisstjórn sem andvíg aðildsambandinu sé í viðræðum við sambandið. Það getur meira að segja Evrópusambandið sjálft útskýrt fyrir hv. þingmanni sem nú reyndar að finna upp eitthvað alveg nýtt, það er að segja að það verði samið um aðild að Evrópusambandinu með fyrirvara. Það er að segja fyrirvara sem feli það í sér að sá sem skrifar undir sé andvígur samningnum sem hann er að skrifa undir. Ég er ekki viss að Evrópusambandið geti fallist á þessa túlkun hv. þingmanns, enda gengur hún gegn öllu því sem hægt er að verða sér út upplýsingar á heimasíðu sambandsins og annars staðar það hvernig aðildarviðræður ganga fyrir sig.